Hingað kominn Andri Snær Magnason, rithöfundur. Sæll vertu, þú sagði við mig, þegar ég hitti þig í gær, að þetta væri skipbrot þinnar kynslóðar. Já, það má alveg segja það að mörgu leyti. Að náttúrulega, sko, annar hver maður, svona minni kynslóð, 5 árum yngri, 7 árum yngri, 7 árum eldri, í bönkunum. Og þetta var svona oft klárustu krakkarnir og svona mesti völlurinn á þessu fólki. Og oft þarna, og þetta oft fólk sem að, sko, tók eigin ráðleggingum, veitti ráðleggingar og tók jafnvel, sko, mestu áhættu í sínu eigin lífi. Þannig að það eru ofboðslega margir, sko, svona fólk með ung börn sem bara að fara á hausi núna og svona, það er skipbrot og hræðilegar sögur sem maður heyrir allt í kring, sko. Fólk sem að, ungt fólk sem að hafði mjög góða tekjur, flaug mjög hátt, bjó í fínum húsum, keyrði á fínum bílum og lifði vel. Tók kannski 50 milljóna króna myntkörfulán til að byggja sér einbýlishús einhvers staðar, sko. Það er þessi kynslóð sem algjörlega falla á botninn, sko. Og þú ert að heyra þessar sögur? Já, maður heyrir þessar sögur, sko. Og þú veist þetta úr þínum vinahóp? Já, ekki allur mínu vinahóp, heldur bara svona fjærhóp og þegar maður fer á reunion og svona, sko. Það var svona annar hver maður að missa vinnuna, maður fer að spyrja, sko, ekki hvað gerur heldur, hvað gerður? Og þetta er eins og kínverska bölbænin megið þú lifa áhugaverða tíma. Það er dálítið það sem að gerast. Já, en þetta er náttúrulega hugmyndalegt skipbrot af þessu leyti líka, sko. Já, þetta er nefnilega eiginlega einmitt það að það var umræðan fór alltaf í nátti krúttkynslóðuna, sko. Það er krúttkynslóðan sem lifir, sko. Hún tók aldrei þátt í þessu, tók aldrei lánin, skapaði úr engu og notaði og nýtti gamlu hlutina, en það er, ég veit ekki, það er ekki komið nafn á hana, Kristján B. kallaði þetta myntkörfukynslóðuna. Það mætti kalla þetta grúppkynslóðuna. Að þetta er hugmyndafræðilegt skipbrot, náttúrulega, sko, SUS, Heimdallar, sko, Versló, viðskiptaháskólana. Þetta er algjört, sko, það eru svo margar stofnanir, einstaklingar. Þetta er svo stór krítiskur massi sem að hrynja núna. Þannig að legið þessi rosalegi straumur einmitt inn í þessa viðskiptaháskóla. Að mér fannst á tímabili, af því ég fór íslensku í háskólinu. Mér fannst á tímabili, sko, þeir sem voru í mínum árgangi og urðu doktorar jafnvel í íslenskum bókmyndum. Kannski eini doktorinn á 20 ára aldursspili, 30 ára aldursspili sem að lagði á sig að kunna dróttkvæði eða þetta rannsaka dróttkvæði. Þessir menn voru, sko, fengingar stöður, rökkluðust úr landi, þeir þurfti að snapa sér auglýsingastofinu. Mér fannst nánast eins og þetta væri hugmyndafræðilegt að skapa svona endanlegur sigur kapitalískrar hugsunar, að búa til allar þessar stofnanir og framleiða heilu kynslóðirnar af fólki sem bara nánast lærði þetta til prófs. Lærði þennan markaðsréttrúna til prófs? Já, til prófs, sko. Og fekk bara einhvern upp á það, sko. Og starf. En er þá ekki eðlilegt að til dæmis allir þessi viðskiptaskólar sem kannski ekki þörf fyrir í óbreyttri mynd að þeir einhvern veginn endurskoði sína fræði? Það er það sem þarf að gerast. Það verða ekkert svona margir að læra viðskiptafræði næstu misseri. Það þarf að breyta heilu deildanum í hugvísinda, verkfræði, einhvers konar, annars konar deildir heldur en þeir eru núna. Já. Ef maður tala sko endurreisnina, hvernig verður... Sko, ég get alveg verið mjög bjartsýnn, sko. Meira þess að krakkarnir sem ég þekki sem að hafa mist vinnu og svona, að þeim fannst þetta koma til rugl. Og ef maður horfir á þetta sem bara rithöfundur alveg kalt, þá er þetta nánast eins og maður trúi, sko, nánast eins og Guð sé einhvers staðar verki. Hann er svona að reika heiminn og sér alltaf, þetta eru 200 einkaþotur hérna. Hvað er að gerast þarna? Þannig að þetta er svo mikil mítológía, það er svo mikil upphaf, miðja, endir og hrunís, þetta er svo mikil dramatík. Að maður sér alveg samt, sko, að allir sem voru inn í þessu, þeir skynjuðu hvað þetta var margt rangt. Og maður skynjaði líka, sko, að þetta var allt kallað frelsi, en að málfrelsi var algjörlega hrunið. Það var allir að hvísla. Og ég tók náttúrulega vel eftir því í því sem ég skoðaði sem þetta er náttúruverndarmálin, að líffræðingar, doktorar, allt þetta fólk, maður spyrði, af hverju skrifar ekki grein í blaðið? Nei, það er ekki gott, sko. Það myndi ekki ganga upp, sko. Og líka þeir sem voru inn í bönkunum, það þurfti alltaf byggjast á peppi, það mátti ekki blása á neitt. Og ég sé alveg fyrir mér, sko, og meira þess að þeir sem ég tala við, sem eru að hrynja, að þeir segja að það verði betra samfélag út úr þessu, sem mér finnst mjög merkilegt, að menn kannski ekki ennþá farnir að upplifa sársaukann sem verður næsta árið. Og maður sér alveg, sko,
núna þarf þjóðarátak, algjört þjóðarátak í endurreisninni, vegna þess að ríkisstjórnin getur ekki miðstýrt henni heldur, sko. Nei. Vegna þess að þetta er svo mikið sem þarf að gera, að það þarf hvern mann í rauninni til þess að reisa okkur upp aftur. Já. Það þarf neyðarháskóla, það þarf svona neyðarhús þar sem að fólk, sko, missir ekki sjálfsmyndina þó það hefur mist starfið og rífur sig upp í eitthvað, sko, heldur virkninni gangandi. En það held ég verið svo erfitt nema fólk sjá réttlæti náfram að ganga. Réttlæti, já. Hvernig getum við séð réttlæti? Við getum alltaf ekki refsað öllum. Nei, og það er svo stór krítiskur massi sem er sekur líka, sem hefur tekið þátt í peppinu, en það þarf einhvers konar réttlæti, það þarf lítillæti, það þarf hógværð, það þarf einhver að biðjast afsökunar. Það þarf mjög stór hópur að biðjast afsökunar og leggjast, sko, til þess að reiðin sjóði gippur og verða ofbeldi. Að það verður núna, næstu vikur, næstu 2 vikur, verða nokkrir að segja af sér. Það verður að vera einhvers konar vísir að breytingu sem er eiga sér stað. Það verða nokkrir menn, málsmetandi menn, að hætta að rífast innbyrðis hvaða banki felldi hvern og segja bara, ok, þjóð, þannig að við erum, sko, það eru margir sekir en við gerum mjög stór mistök á ykkar kostnað. Þeir verða að sýna auðmýkt. Þeir verða að sýna auðmýkt og síðan er hægt að byggja upp. Vegna þess að við þurfum á öllum að halda alltaf að byggja upp. En stjórnmálamennirnir, við höfum nú verið að tala dálítið þá í hérna, þurfa þeir ekki einhvern veginn að kannski læra að umganga tala við fólki? Sko, ég hef verið í þessari, ef ég tala bara úr því sem ég hef fylgst með í náttúruverndarbaráttunni, að Geir er ekkert ofsalega góður í að hlusta fólk. Nei. Að það er alveg sama hversu góður rök þú kemur með. Að það er alveg ofbúslega lítið hlustað á rök. Jafnvel þóttu menn séu, sko, mjög jákvæðir og mjög skilmerkilegir og komið með mjög svona hófsamar nálganir. Að þá er eins og það yfi aldrei neinu. Og maður sér það núna, maður fær tölvupóst utan á heimi frá fólki í bankakerfi, frá fólk sem er tengt alþjóðastofnunum. Að það treystir enginn þessum stjórnvöldum sem eru núna, þessum infrastruktúr, þeir treysta við ekki að þeir sem klúðruðu þessu, létu þetta gerast, sinntu ekki aðvörunarmerkjunum, þeir treysta því ekki þeir geti tekið við peningum, lánsfé frá alþjóðastofnunum og ráðstað þeim á réttan hátt og tekið réttar ákvarðanir. Og það er vandinn og þess vegna fer maður í búðir núna og þeir segja ég veit ekki hvort ég fái þetta og ég veit ekki hvort ég fái gjaldeyri vegna þess að það er eins og þessi einhver stífla þarna sem losnar ekki vegna þess að menn treysta ekki þessum innviðum sem við erum með. Þetta er náttúrulega spurningin, sko, kannski treystir maður þessum mönnum ekki alveg í endurreisn og svo er maður líka lofandi hræddur við að það komi upp einhvers konar nýtt spillingarferli, þetta verði upphafið af einhverju, sko, annarri spillingu, sko, að þetta fari út í það. Ég, sko, ef maður skoðar rótina þessu, Reykjavíkunni, ef maður skoðar ræður, sko, viðskiptaráðherra 98 og 9, þar sem hann fór einn með hlutaféð og 3 árum síðar á hann stóran hlut í bankanum, bara þessi innherja sjálfur. Þessi mikla spilling og svo talaði maður þetta á sínum tíma við einmitt inn í hugmyndafræðina við unga sjálfstæðismenn og þessu, jú, það var ýmislegt sem var dálítið spilt en þetta var nauðsynlegt og þið sjáu núna hverju þetta hefur skilað í þjóðarbúið, þetta var svona necessary evil til þess að það væri mögulegt. Og svo sjáum við skipbrotið sem er svo 100 sinnum dýpra heldur en þetta necessary evil á þessum tíma. Og þetta er skipbrot fjölmiðlunar á Íslandi, innviða stjórnkerfisins, stjórnmálana og það er svo margt sem að þarf að laga að það er nánast, sko, það er ekki hægt að ná því, sko, það er varla hægt að ná því saman í hausnum að sér, sko. Og það sem maður einmitt óttast er að þetta fari bara út í einhvers konar, maður náttúrulega óttast ofbeldi, en maður óttast kannski vanbeldi, maður óttast, sko, að það gerist bara ekki neitt. Að þetta verði bara eitthvað svona doði og þunglindi og eitthvað svona grámi og þessi kraftur, þessi ósýnilega franska bylting sem varð, við hefðum aldrei högg við hausinn af aðlinum, en núna er hausirnir, þeir eru foknir. En við sitjum ennþá og höfum ekki tekið við stjórninni. Og þetta verður bara eitthvað svona höfðulaus grámi sem það tekur við. Andri, þetta voru ágæt orð. Ég þakka þér fyrir að koma. Ég ætla að heyra hér í tveimur hagfræðingum peningamálastjórnina og svo kemur í lokin Vilhjálmur Árnasons heimspekingu. Við erum ádaldið heimspekilegum nótum í dag.